K-morgnar með Svala og Svavari. Hann Júli Fórstjóri á línu. Góðan daginn Júli minn, hvernig gengur á kaupsýslunni í dag? Bara yndislega vel. Fasteignasalinn í Blóma? Já, þannig sko. Já, þannig. Þetta nú kannski ekki, eins og margir myndir nú segja, það vitlaust að gera og aldrei sé annað eins. Nei. Það náttúrulega því miður, þá eru margir sauðir í þessu fyrir svo annars. Já, þannig komstu með það. Reymur var að því að vorum að tala við hérna með hana lagið dundi á okkur. Já. Það var hann að segja að hann var að þakka fyrir grikkin sem þú gerður hann sigga samininu, þú varst að stekjan. Þú kannski segir alþjóð frá því hvað þú gerðir. Nei, ég veit ekki hvað það tala um. Reymur, vilt þú útskýra þetta eitthvað frekar? Jú, sko, ég frétti á þessu. Já, fréttir á þessu. Þetta bara herseg að Júlíus hafi komist í símanna sigga og sendt nokkur óvægin skilaboð. Á vandræðilega vini? Já, bara svona, þú veist, tekka á tengdaforeldrunum og svona. Já, viltu útskýra hvað hann sendið til þeim svo tengdapappa sigga sem? Já, ég selða ekki dýrar en ég staldi. Ég skal segja þetta samt. En mér skilst að hann hafi sendt á tengdapappans sigga, hvað segir kallinn á að smetla sér á gömlu í kvöld? Hann alltaf verið að draga blásakli sem mannin í. Nei, veitur við. Og svo segir sagan þannig, Júli, að þú er sendt á sameiginlega vinningar Hannes nokkuð í buff. Hvort að hann hafi farið fram á það að fara í þrísóm með honum og Guðrunu Gunnars. Og Siggi sem segist að hafa bara verið sveittur alla helgina að fara í gegnum síma sinn og leiðrétta þessi skilaboð. Já, ég get allavega kannski kvittað upp á það að hluti af þessu algjörlega rétt. Ef ekki allur. Já, ef ekki allur. Mér grunaði það. En hvað segir Júli, hvað að frétta? Þú sefur alveg rólegur, Júlíus. Já, nú ég bara að býða til að Svali fara að taka þetta skref og ég hugsa að það verði svona kannski næsta sumar sem við förum í þetta. Já, einmitt. Og takk ég eftir því, næsta sumar. Þú ert að fara að plana það? Já, ég er mikið að spáði því núna. Já, einmitt. Það sem er mest að frétta er það að ég fór á körfuboltaæfingu í gærkvöldi. Já! Nei, og getur það gengið í dag eða? Já, ég get gengið, en þetta var ógeðslega fyndið, því að sko, maður er að fara að bruna í layup og það gerist rosalega hægt. Þetta er svona, virkar allt, hausinn hugsaði mjög hratt, en hreyfingarna þetta var allt svona einhvern veginn í slow motion og allt var ekki hægt einhvern veginn svona. Já, þetta, maður finnur að djöfull að maður fyngjast með hverju árinu. Það er ekki gott. Það er ekki sérstætt, en hins vegar það sem kannski stendur upp úr að nú er maður alltaf að stíla við úlingarna sína með skólan og svona. Og það sem maður kannski, ég var að rifja upp sko með stráknum mínum, þegar maður er að stökkva mjög snemma út úr prófum og svona. Það er svona kannski, það er ágætt ávísun á það ef maður er að drífa sig út að árangurinn er ekki góður. Nei. Það er ágætt að lesa þetta yfir og þá einmitt var ég að segja sögun af einu bekkjaprófum mínu og hún í samræmdu prófunum. Og þannig er málum með vexti að við erum í enskuprófi og ég vissi að hann hafði ekki lært neitt undir það. Og svo sá ég að hann hljóp langt fyrstur út af prófinu. Og svo kom ég og hitt hann og sagði, hvað segirðu, hvernig gekk? Hvernig gekk? Rosalega vel. Já, gat svarað öllum. Ha, öllum spurningunum? Já, öllum, nema einni. Nú, hvað spurningu er það? Já, það var það efsta. Það stóð Nami og ég gisti á Afrika. Hann fekk 0. Ég giskað á Afrika. Og Júlíus, þetta er ekki sönn saga, þú varst að ljúga þessu. Þetta er sönn saga. Nei, þetta er sönn saga. Dagsönn saga. Algjörlega. Ekki ljúga, Júlíus, ekki ljúga. Þetta er einsagt og hægt verður, kallið minn. Já, ok. En og þetta er náttúrulega sveit enskan er svona. Þú ert nú sveit.
Já, sveitanskan er svona og þetta svolítið kannski svona Svavar og Hilmar í 9. bekk. Tala saman, þetta er ekki að henda á til dæmis. Það hafa allir samt skilað okkur Hilmar. Skilað ykkur? Ekki skilað okkur, þetta skilað okkur. Já. Engin munur á því. Engin munur á því. En annars er maður bara kátur og og bara skemmtileg vika framöndan. Nú, eitthvað sérstætt sem þú segja okkur frá? Ég er það í stórafmæli á laugardaginn. Já, það erum við að gera. Í hverju ætlar að vera? Ég ætla að vera bara í einhverju nú anskotu þröngu því að ég er að fara í svakalegt átaka eftir hlaupin í gær. Nú alveg með blöskraði þetta sko. Þannig að ég ætla að vera ég verið í nýþröngum gallabuxum og blárri skyrtu. Já, í afmælinu. Júli, þegar þú hljópst á körfunni Júli, þegar þú hljópst á körfunni á ógnarhraða í huganum stökkst upp í sniðskotið. Já, og hitti ekki. Nei. Ég sé þetta alveg fyrir mig sko, hann heldur að sé komin 1,5 metra upp í lofti í tróðstuna, leggur boltan, hittir ekki spjald og rúlar svo inn í markið sem það er baku. Já, þetta er bara svona, þetta er alveg óþolandi sko. Nú er maður alltaf kemur á króknum og var að spila með Tindastól og allt að gera. Þú veist, Pétur Guðmundsson var þjálfarmann og Valur Ingimundar allt að gerast. Engin árangur. Júli, við skulum fara að æfa saman, förum í tennis. Það er svo smart. Badminton. Við erum að fara saman í hnít. Tennis og badminton? Já. Nei, fáið þið Hilmar í það, ég er ekki í því. Júli, takk fyrir þetta. Yndislegt. K-morgnar með Svala og Svavari.